Komið sæl og velkomin hingað með okkur í Lindakirkju þessu sunnudagskvöldi sem er síðasti sunnudagur kirkjuársins. Næstu helgi verða áramót í kirkjuárinu, það er að segja fyrsti sunnudagur í aðventu, þröskuldur jólana. En við skulum njóta þess að vera hér saman og eiga stund hvert með öðru í gegnum skjáina og eiga stund með Guði. Og við skulum hefja stundin á því núna og undirbúa hjört okkur með því að signa okkur og merkja okkur Kristi. Við segjum í nafni Guðs Föður og Sonar og Heilags Anda. Amen. Vertu Guð Faðir minn, í frelsarans Jesú nafni, hönd þín leiði mig út og inn, svo aldrei synd ég hafni. Amen. Nú skulum við syngja öll saman sálminn Ástarfaðir himinhæða. Ritningartextin sem ég ætla að deila með okkur hér í kvöld er úr Efesusbréfinu, bréfi Páls postula til Efesus manna. Og þar segir hann: Ég beygi kné mín fyrir föðurnum sem hvert faðerni fær nafn af á himnum og jörðu, að hann gefi ykkur af ríkidómi dýrða sinnar, að styrkjast fyrir anda sinn, að krafti hið innra með ykkur, til þess að Kristur megi fyrir trúna búa í hjörtum ykkar og þið verða rótfest og grundvölluð í kærleika. Mættu þið því geta skilið það með öllum heilugum, hvílík er víddin og lengdin, hæðin og dýptin í kærleika Krists, og fá að sannreina hann sem gnæfir yfir alla þekkingu og ná að fyllast allri Guðs fyllingu.
en honum sem í oss verkar með krafti sínum og megnar að gera langt fram yfir allt það sem við biðjum eða skynjum, honum sé dýrð í kirkjunni og í Kristi Jesú með öllum kynslóðum aldir alda. Amen. Hvernig að koma við snjó? Ég hugsa nú að þeir sem að hlusta á mig núna viti það nákvæmlega. Við Íslendingar þekkjum snjóinn býsna vel og vitum algjörlega munun á því hvernig það að koma við harðfenni eða hundslappadrífu til dæmis. En ég fekk einu sinni þessa spurningu frá kærum vinum mínum honum Markúsi sem var skiptinemi frá Brasilíu og skólabróði minn í Fjölbrautaskóla Suðurnesja þegar ég var nemandi þar forðum, en hann hafði aldrei séð snjó nema á myndum.
og eitt hans stærsta tilhlökkunarefni við það að koma til Íslands var að komast í snertingu við þetta merkilega fyrirbæri. Við gerðum auðvitað okkar besta til að útskýra fyrir honum hvernig snjór væri viðkomu, bæði við vinir hans og eins hans frábæra fjölskylda sem hann bjó hér, en að útskýra ekki það sama og að upplifa. Og þessa vetrarbyrjun þarna forðum lét snjórinn bíða eftir sér svipað og núna. Og þessum var vinurinn orðinn nokkuð óþreyjufullur. Svo var það eina helgina í nóvember að við vorum saman nokkrir krakkar í sumarbústað. Á laugardagskvöldið þá byrjaði lungnamjúk logndrífa að falla af himnum ofan í stórum flyksum og litaði jörðina á augabragði. Við vorum nokkur enn dormandi og vorum að spila, héldum að Markús var í sofnaður en svo tókum við eftir því að útihurðin var galopin og einhver fór fram til að loka og kallaði svo á okkur, komið og sjáið. Og þegar við lítum út dyrnar þá stóð Markús þarna úti í fönninni, berfættur á náttfötunum með útréttar hendurna til himins og leyfði mjúkum flyksunum að snjóa upp í galopin munninn á sér. Og þá skildi Markús snjó. Mörgum ára seinna fékk ég aðra spurningu sem var svona álíka erfitt að útskýra og hana fékk ég í fermingartíma og hún var svona Gummi Kjalli, hefur þú fundið fyrir heilugum anda? Og þetta var svona ein stelpan í hópnum sem var orðið fullorðin kona í dag og hún spurði mig og var svona svolítið ákveðin og vildi fá að vita hvernig það væri eiginlega þegar ég svaraði því játandi. Og ég reyndi mitt besta til að útskýra það fyrir þeim, en það svolítið eins og með snjóinn að útskýringin ekki alveg það sama og það að upplifa það. Útskýring mín til fermingarbarnanna var á þá leið að það að finna fyrir heilugum anda í rauninni að skynja með hjartanu og á líkama sínum í raun og veru að kærleikur Guðs til okkar mannana ekki bara einhver orð og einhver saga, heldur raunveruleiki, jafn sterkur raunveruleiki og bara hið lifaða líf okkar dag frá degi. Og að skynja hið heilaga í sálinni og líkamanum og anda sínum, það virkar eitthvað svakalegt, en þetta ekkert endilega mjög flókið. Til dæmis núna þegar í hönd fer þessi heilagi jólatími, þá verð ég að benda á, ef við hefum einhvern tíma skynjað helgi jólana, þá höfum við fundið fyrir heilugum anda. Jesús sagði, sælir eru fátækir í anda, og ég held að hann hafi meðal annars átt við það að þegar við erum fátæk í anda, þá erum við opin fyrir því með anda okkar og fulla tilhökkuna einhver tíman muni eins og á sínum tíma með Markús að snjórinn muni falla, að þá sé kærleikur Guðs raunverulegur og hann fylli okkur af sínum ríkidómi okkar fátæka anda. Við erum opin fyrir því, opin fyrir anda Guðs, ekki síst núna þegar það svo margt annað sem svo spennandi. Tökum okkur tíma á þessari aðventu og á þessum jólum framöndan einmitt til þess að hafa fátækan anda og leyfa Guði að fylla okkur af ríkidómi kærleika síns. Biðjum saman. Guð náðarinnar, gefðu okkur náð til að þiggja þína náð
og lifa í þeirri vissu að náð þín nægir. Við þökkum fyrir að kærleikur þinn er raunverulegur. Gefðu okkur eftirvæntingu til að skilja hann með því að skynja hann á nýjan hátt. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen.
tveir fallegir sálmar náð Guðs. Náðarfaðmurinn eftir okkar góða tónlistarstjóra Óskar Einarsson og svo sálmurinn frægi Amazing Grace undra náð Guðs. Ég veit ekki hvernig útskýring mín fór í ykkur hér áðan með kærleika Guðs, en sagan ekki alveg búin. Vegna þess að þetta var svona það bil það sem ég sagði við fermingarbörnin. Rétt undir fermingu hitti ég stúlkuna aftur sem hafði spurt með þessar spurningar. Og ég spurði, jæja, hvernig finnst þér nú búið að vera í fermingarfræðslunni í vetur? Hún sagði, já, bara gaman sko. Manstu þig, við vorum að spurja þig heilagan anda og þú útskýrði þetta fyrir okkur og veistu hvað ég hugsaði? Nei, ég sagði, ég held að þetta sé algjör kjaftaði, hugsaði ég, sagði stelpan. En manstu, svo fékk ég að taka þátt í því þegar við fermingarbörnin vorum með í messu einu sinni. Og þegar við vorum að labba inn í messuna, þá fann ég það. Þá skynjaði ég það, sagði hann. Og ég ætla núna að gefa okkur út í kvöldið og nóttina ósk Páls postula til okkar. Mættu þið geta skilið það með öllum heilugum, hvílík víddin og lengdin, hæðin og dýptin í kærleika Krists og fá að sannreyna hann. Friður Guðs, sem æðri öllum skilningi, varðveiti hjörtu okkar og hugsanir í Jesú Kristi. Amen.